var 1-0 tapina gegn Blikum, svona hvernig bara gerir þetta upp? Gerði upp þá var ég ekki alveg nóg ánægður með fyrri hálfleik hjá okkur. Mér fannst við stíga of mikið af Blikunum og gefa þeim alltaf mikið frið til að spila boltanum og það var allt of langir kaflar í fyrri hálfleik sem þeir voru bara léku lausum hala í rauninni og gerðu það sem þeim vildu og við svona stigum að þeim og gáfum þeim alltaf mikið frið. Þrátt fyrir það þá man ég ekki eftir neinu færi sem fengum fyrir hálfleik. Við fengum sem dauðafæri í lok fyrir hálfleiks. Það getur verið, nú er ég að reyna að muna þetta allt saman en ég man ekki eftir neinu afgerandi færi hjá þeim í fyrir hálfleik. En þeir voru alltaf mikið með boltan og við stigum alltaf mikið af þeim. Í seinni hálfleik þá lögum við það og stigum aðeins harðar upp og gáfum minni frið og vorum meira aggressiv eins og við viljum vera og sköpum okkur hellinga færum og með ólíkindum við höfum ekki skorað í seinni hálfleik og aftur ef ég hugsa tilbaka þá man ég ekki eftir neinum færum sem þeir fengu í rauninni. Ég veit ekki hvað þeir höfðu mörg skot á mark, það var mjög áhugavert að sjá þá tölfræði þannig að já, hundfúll með að fara ekki með neitt í hann og svona ekki alveg nóg ánægður með frammistöðu okkar í fyrri hálfleik. Einnig er ég hundfúll með þriðja liði í þessum leik, það er dómaraliðið. Mér fannst þegar að dómari gerir svona stór mistök eins og hann gerir í fyrsta leið þá hann átti að gera víti, bolti fer í líkama Viktor svo upp í hendina á hann. Ok, ef hann dæmi víti þá verður hann að dæma víti seinna hálfleik þegar Höskuldur bolti fer í hendina og hún er hreinlega bara á leiðinni í netið og þetta eru risastór mistök. Fyrir utan þessi mistök þá er sko leikstjórnunin hjá dómarum alls ekki nógu góð. Alltaf mikið dramatík, alltaf mikið læti og auðvitað er smá passion í gangi bæði hjá þjálfarateyminu og inn á vellinum. Það er gert alltaf mikið hús, einhver fundir með fyrirliðum hérna í hálfleik og svo fundir með þjálfurum fyrir byrjun seinni hálfleiks og svo hann Tvana, hann að fjórðudómarinn, hann sko, þetta er ekki fyrst skipti sem við erum með hann sem fjórðudómar, hann bara er alls ekki nógu góður í og að Dino og Jón Gunni hafi fengið rautt spjald er bara algjör skandall. Þeir eru að rífast, þeir eru að láta hvern annan heyra sem er bara, það er passion í þessu, það er ekkert annað að gerast, þeir eru bara að kalla sín á milli, hann klæðir dómar kemur hlaupandi og gefur rautt spjald, þetta er bara algjör bull. Það á bara að segja þeim að slaka þess á og áfram gakk. Þannig að ég er til dæmis svektur með hluta fyrri hálfleiks en heilt yfir þá var og svektur aðalega með að fara ekki með neitt í hann en viðbrögðin hjá okkur í mín lið í seinni hálfleik voru mjög góð og lélegasta lið á vellinum, það var þriðja lið, dómararnir. Förum aðeins í hitan þarna í lok seinni hálfleiks, nei fyrri hálfleiks segi ég. Hvað bara gerist þar? Það var einhver dramatík í gangi þar, einhver valgerð leikmaður hjá þeim kemur og er að saka með að kalla sig ljótum orðum og hann náttúrulega, þetta er náttúrulega hennar strákur sem er alveg uppinn í Kópavogi, hann skilur ekki norðlenskunni nógu vel og þannig að ég veit ekki hvað rúmlega 50 kall ætti að fara að kalla eitthvað leikmann þessum orðum sem hann er að segja ég hef gert, það gerði ég ekki en ég let hann heyra á norðlensku. Þannig að þú vissar þessum ásökunum á bug? Já, ég kallaði hann ekki það sem hann sagði ég kallaði hann. Hvernig bara svona fyrir núna í næsta leik sem er Káa, hvernig er bara grasið upp á Skaga? Grasið er alltaf komið til, maður sér alveg dagsmun á grasinu og hefði einhver sagt um mig að það væri möguleiki að spila á grasi á miðvikudaginn fyrir 10 dögum síðan, ég bara hlegjaði, það var bara snjóri yfir vellinum en það er dagamunur á honum en það er ekkert víst að hafist en það verður reynt allt til þess að hafa leikinn á grasi en það er ekki víst að gangi við sjáum hvað gerist, það var sól og blíði allan dag, það hefur gert mikið fyrir völlin. Akraneshöllin þá plan B eða eitthvað? Já. Takk hérlega. Ok.